Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Við ætlum að sitja hér saman í dag, ég og hún Birgitta Hrönn Halldórsdóttir, rithöfundur og bóndi og góð vinkona mín og spjalla um ljósið og þær miklu umbreytingar sem er verið í heiminum í dag. Velkomin Birgitta. Takk fyrir. Það er eiginlega þú sem áttir hugmyndina því að við myndum taka svona spjall saman. Já, mér fannst eiginlega bara full ástæð til þess vegna þess að ég finn fyrir svo svona mikilli vakningu aftur, svona andlegri vakningu og það er bara mikið fólki sem að ég lærði til dæmis hjá mér Reiki fyrir löngu síðan og sem er fyrir styttri tíma sem er að hafa samband núna og vilja svona fara að dusta Reiki af því sem ég lærði þá og fara að nota sér þetta aftur. Og já, það er bara svo margar svona ábendingar það sé svo mikið í gangi. Ég veit auðvitað að það er mikið í gangi í heiminum Já, og fólk er sem betur fyrir að finna það og vill koma með. já. Það er sko, það sem að er að því þú sagðir svona bylgja, að því þú manst alveg hvernig bylgjan byrjaði í kringum 87, 89, skilur, Já. og svo kom aftur bylgja í kringum 2000 Mhm. og svo var eins og allir glemdu að vera andlegir og var bara allir að verða ríkir á bankaárunum eins og það stendur Einmitt. og svo kom hrun og þá fór fólk aðeins að pæla og þá í kringu 2012 var aftur svona aðeins bylgja og svo er náttúrulega núna eiginlega bara svona bylgja. Já, mér finnst það og ég er svo glöð við því Já, og mér er svo gaman að fá að taka þátt í að vera með og fá einmitt að taka þátt í líka með hinum sem að, já, þú og ég og við getum svo mikið hjálpast að. já, ég er algjörlega sammála því Ég er og það er saman. náttúrulega, við komum hingað til jarðarinnar til að vera hér á þessum tíma. Já. Það er sífellt verið að segja, þið eru þau sem þið eru búin að vera að bíða eftir. Mhm. Já, ég hef ekki kannski verið að bíða eftir einum eða neinum sem slíkum, af því að ég hef alltaf trúið því, til dæmis að það er alltaf verið margir sem að tala um endurkomu Krists og ég hef alltaf trúið því að hann kemur ekki í persónu aftur, en hann kemur sem ljósið og ljósið sem við eigum að taka niður til jarðarinnar til að lýsa hana upp. Já, ég er alveg sammála því. Já, vegna þess að þetta er ekki, það á ekki að gera hlutina fyrir okkur núna. Við eigum Nei. að gera það. Já, og það er verið að rétta okkur verkfæri til þess að gera það. Já, Við höfum aðgang að ljósinu og við finnum fyrir því. Það er náttúrulega mjög margir sem eru búin að vera með skrýtnar tilfinningar síðustu vikurnar og mánuðina, já, bara yfir út af orkunni í kring og því sem er í gangi. já. Það er náttúrulega sko, við erum að tala saman 20. október Mhm. og í dag er fæðingadagur mannsins míns heitins. Til hamingju með þann dag. Já, takk, og hann pældi náttúrulega mjög mikið í andlegum málum. Mhm. Og var bara, og það var svo, það sem að ég segi alltaf, ég bjó að því að hann las einhverja bækur og hann hafði svo góða endursagnagáfu. Já, þannig að þú þurftir ekki að lesa þessar 1000 blaðsíður sem hann las. Nei. Það fékkst öll aðalatrið. Já, svo Já. sagði hann það. En það sem að sko, að fólki kringum mig er að tala um, það er þessi breyting sem er að verða á út af því að hugsunin okkar skiptir svo miklu máli núna. Já. Og þessi mikla breyting sem er að verða sko að fólk hugsar eitthvað og það gerist. Mhm. Og það er náttúrulega eitt partur af því sem við eigum að læra núna, er við eigum að læra að stýra þessu hér. Og mér var svo merkilegt, ég hlustaði á konu sem hún heitir Ellen Langer og er bandarísku prófessor. Hún er verið að stúdera hugsun okkar og heilan og það. Og hún segir að við séum flest mindless. Já. Við séum, og ekki mindful og þá meina hún ekki sko að því það verið að kenna mindfulness og þau eru að sita og huglega og eitthvað. Nei, mindful er að stýra hugsunum þínum. Mhm. Og ég held að það eftir að sko flækjast fyrir mörgum á komandi árum og það er alltaf verið svolítið merkilegt þegar það er sífellt að verða meira sko við förum að vera telepatískari Mhm.
og þá þurfum við ekki að tala saman, heldur sendum við bara hugsanir á milli og ef að við sendum hugsanir svona, fellega er Guðrún í hallærislegri peysu núna eða eitthvað, þá veit ég það strax, ef þú hugsaðar svo leys. Varst að hugsa þykku peysuna mína að þér orðið kall núna hérna heima? Já, ég myndi gjarnan hafa vilja verið í minni þykku peysu. Ég er að díla við það að sko í rauninni er almennur líkamshiti minn of lágur. Já. Þannig þegar ég mældi mig í morgun, þá var hitinn 36,4. Ok. Og það er dálítið lágt. Þannig að þó ég kalli ljósið inn í líkamann og annað þessar, þá hefur líkamann ekki hitnað mjög mikið. Þannig að ljósið er ekki hættulegt, sko. En segð mér, hvað ertu búin að kenna mörgum reiki? Ég hef ekki alveg tölu á því, en ég hef búin að kenna þá nokkuð mörgum og ég hef búin að þjálfa nokkra meistara. Já. Og mér finnst alveg, og langar að segja því að mér finnst alveg sérstaklega ánægilegt hvað mörg af þeim eru búin að vera að hafa samband við mig á síðustu vikum og eru tilbúin til að fara að kenna aftur eða halda áfram eða svona setja kraft í þetta og það náttúrulega finnst mér alveg algjörlega æðislegt og finnst gaman að taka þátt í því. Já. Og þó að ég vil alveg kenna þá finnst mér samt skipta mig mestu máli að þeir sem hafa lært hjá mér sé að nota það sem ég lærði. Já. Og ég er náttúrulega mjög mikið að skrifa sjálf. Já. En vil alveg hafa þetta sem svona hluta af því sem ég er að gera líka auðvitað og líka bara standa við baki á þeim sem hafa verið hjá mér. Dásamlegt. Allir það hittast eða þarf fólk svona smá pepp til að fara aftur að staða því að ég man að á þeim árum sem ég átti betra líf sem var árin frá 89 til 94 svo flytti ég vestur 95 en ég átti vestlunni í 5 ár að þá var annað hver maður að læra reiki. Já. Það eru mjög margir sem hafa lært það, en já, það þarf svona pepp kannski til þess að bara fara ástunda aftur og fólk vil kannski koma, rifja þessu upp, fá reikimeðferð eða fara í gegnum reikivíxlur aftur og svona kannski fara yfir svona kennslugögnin og það er bara alveg frábært. Og mér finnst líka fólk að tala það sem þú varst að nefna á þannig að því dettur eitthvað í hug og það gerist. Já. Og þess vegna er kannski full ástæða til þess að minna fólk á að gera markmið og setja niður hjá sig hvaða langar til að gerist raunverulega og passa sig á því að vera ekki með neikvæðar hugsanir eða sjá fyrir sér að eitthvað gerist sem það vill ekki fá inn í lífið. Því að þetta nefnilega nákvæmlega núna er svona að þú hugsar og hluturinn gerist. Já. Algjörlega. Þannig að þetta er sko orðið í tíma töluð og þetta er svona eins og allt annað sem við erum búin að vera að segja í svo mörg ár að þetta með hugsanirnar okkar og ég held að það verði, sko, ég held að við náum ákveðinni meistarateign þegar við náum að stýra þessari hugsun. Algjörlega. Okkar. Og ég held að stóra sko, hvað ég að kalla það, stóra prófið okkar felst í því að komast út úr óttanum og að treysta bara alltaf. Ég tek líka eftir því að það er mikið af fólki sem ég þekki sem er einmitt að fá alls konar svona áskoranir inn í lífið sem verða til þess að það lósa sig við óttan, sko. Já. Það eru prófin okkar. Já. Það er eins og ég sé það. Og það er bara ég treysti, hvað er það? Ég treysti, ég trúi, ég tek á móti. Þú veist, það er bara að vera tilbúin til þess að taka á móti hinu góða í lífinu. Já. Og ég er alltaf með, sko, ég er alltaf með miða út allt. Þegar ég gerði kærleyskornin á sínu tíma og önnur svona lítil staðfestingarspjöld sem var með, þá límdi ég þetta út allt í íbúðinni hjá mér og ef ég fór inn á bað þá var staðfesting þar og ef ég var í eldhúsinu þá var staðfesting þar, það var út allt. En ég er með svona lítinn miða sem ég hef skrifað á og sko, allt líf mitt kemur til mín á auðveldan máta með gleði, kærleika, styrk og allsnægtum. Og þetta er eitthvað svona, ég hef það á tölvunni af því að ég opna alltaf tölvunni alla daga og það er svo gott að minna sig á það og þetta er eitthvað sem að fólk getur í rauninni
farið að treysta og að því það er, sko, Louise Hay var náttúrulega ein af mínum fyrstu fyrirmyndum þegar hún gefur út bókina Hjálpaðu sjálfum þér eða You Can Heal Your Life. Hún Já. kemur út sennilega 87 og hún er svo íslenskuð og þá var náttúrulega sko þessar bækur sem voru sjálfshjálp og andlegar bækur og eitthvað þess að ég man að Jón Karlsson sem þá rak hann að bókaútgáfuna Iðunni, hann hann gat náttúrulega ekki verið að gefa út svona bækur eitthvað. Kul. Heyrðu, hún keypti aðra bókaútgáfu og gaf bókina eftir Louise út í gegnum hana. Var það? Right, já. Þannig að sko, að ég man ekki hvað svo hann útgáfa hét, en það var sem sagt, Iðunn gat náttúrulega var bara með fínar bókmenntir, hún var ekki með svona bókmenntir. En Louise var með það sem ég kalla eina bestu sjálfshjálparbók allra tíma, því hún var svo einföld. Já, það er nú það sem að þarf að vera. Já. Það einfalda er best af því að við þurfum ekki að vera að flækja hlutina. Nei. Og hún alltaf gerði, það sem hún hafði byrjað með, hún gerði þessa bók sem hét Líkaminn, Já. af því að hún læknaði sig af krabbameini Mhm. og hún var mjög trúuð, þannig hún vann í, sko, kirkjur eru svo stór þáttur í bandarísku samfélagi og hún vann mjög mikið í gegnum kirkju, ég man ekki undir hvaða kirkjuskip hún fór, en það er alls konar frjálsar kirkjur líka og hún hún var alltaf að vinna með fólki og það sem hún tengdi saman, sem er alltaf svo merkilegt að horfa á, hún tengdi saman líffærin í líkama okkar og heilsuna okkar. Já. Og hvernig við gátum snúið því við, og svo er sko rannsókn eftir rannsókn eftir rannsókn að koma fram það að við búum meir og minna til sjúkdóman okkar út af áhyggjum og kvíða og reiði. Og gamlum áföllum. Já, öllum mögulegu, já. Já. Þannig að mér finnst þetta mjög merkilegt. Þú skrifaði bók um Reiki, var það ekki? Jú, ég skrifaði bók um Guðrúnu Ólafsdóttur Reikimeistara Já. fyrir mörgum árum síðan. Já. Ég lærði hjá henni og mér hefur alltaf fundist Guðrún vera bara virkilega mikill brautryðjandi í heilun á Íslandi. Já. Og það er náttúrulega alveg gríðarlega margir sem hún kenndi Reiki og töluvert margir reikimeistarar sem hún þjálfaði sem hafa síðan verið duglegir að kenna, þannig að hún er alveg svona hinn íslenska móðir reikisins, vil ég meina, og ég er alveg á mikla þakkir skilið fyrir það. Já. Og já. En gerðir ekki líka handbók? Ekki sem að fór á svona almenna marka, ég hef bara gert svona handbækur sem ég nota á námskeiðum. Já, ég segi það, já. En hins vegar það langar mig til þess að gera svona alvöru reikibók einhver tíma. Já. Og sem að ég myndi bara gefa út sem að fólk geti þá bara keypt. Já. Af því það er svo margt eins og þú sjálf veist í reikinu sem að er bara svona gott, mér finnst líka einmitt við reiki, það er svo einfalt. Já. Þú getur ástundað hvar sem getur hver sem lært að þetta er algjör óháð trúarbrögðum og óháð tíma og rúmi og það er svo margt svona sem gerir það svo einfalt. Já. Og þess vegna er það svo gagnlegt. Mjög. Og líka þetta að þegar þú er búin að fara einu svona námskeið og fá reikivígslur og þá er alltaf opið fyrir orkuna og eins og svo margir að gera núna, svo auðvitað svona bara rifja upp og halda á stað. Já. Hvað heldur að séu margir, margir sem þú hefur kennt, margir sem Guðrún, ég man alltaf eftir hvað Guðrún Óla var öflug þegar hún byrjaði því hún var bara alltaf með einhver námskeið í gangi og þetta var á þessum árum, það var svo mikil svona suðupottur í gangi og að því ég var með þessa versluna þá var hún svona dálítið mikil miðja. Það kom allir með auglýsingarnar sínar og má ég líma hann upp á vegg hjá þér og geturðu látið vita af þessu og allt þetta og ég náttúrulega sagði bara já við öllu og þannig að ég bara spáði sko, það er fullt af fólki sem er í rauninni virkir ljósberar. Já. Það er mjög margt af fólki sem er það sem betur fer. Já. Sem að í rauninni þurfa bara að taka ákvörðun að í rauninni opna bara fyrir
aftur ef að hægt er að segja sér svo. Já, bara muna, heyrðu, já, hérna er ég ætla að vera með í þessu, nú er bara að fara á stað, sko. Já, já, Mhm. sem að mér finnst aðeinslegt. En var fólkið í sveitinni duglegt að læra? Já, sko, kannski ekki bara fólki í sveitinni, en þegar ég kláraði hjá Guðrúnu, þá var ég svo heppin að það voru alveg sko 2 námskeið sem biðu eftir mér. Ég var nú aldrei með hérna neitt rosalega marga, ég hef verið með kannski 12 í það mesta, Já, en svo kannski alveg, þú veist, bara frá 2 og 2, 8 eða eitthvað, sko. já, Og það voru þarna, ég man að það voru 6 manneskjur sem biðu eftir því að hérna fá að læra hjá mér þegar ég kom heim og ég skipti því í tvennt af því að það hentaði mér og það var náttúrulega gaf mér alveg byrjundu báða vængi já, að líka bara að fá sjálfstrausti til að gera það. já, Af því að hérna leiðu kom heim, var hérna útskrifið frá henni, þá gat ég haldið námskeið og það var engin tími til þess að hérna vera eitthvað hræddur eða lítill í sér að maður er ekki nógu góður, heldur var bara að hella sér út í þetta. já, Og það hefur alltaf verið svona eitthvað að gera sum árin ósköp lítið og náttúrulega síðustu árin hef ég ekki verið mikið í þessu en að sjálfsögðu þegar hérna maður fær hvatningu frá nemendum og þeir vilja hérna koma og rifja upp hjá manni, þá er það náttúrulega bara svo sjálfsagt og það sem að maður auðvitað á að gera. já. Svo hefur verið duglega líka að senda fjarilun meðal annars til mín, Já, 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 sem já, ég er afar ég þakklát veit það. fyrir. Og ég líka gerði það eftir ég lærði reiki að þá hef ég náttúrulega verið að læra alls konar í gegnum tíðina. En ég hef alltaf svona hérna hugsað út frá því hvort það passi við reikivinnuna mína. Já, Ef að hérna það sem ég er að læra og ástunda er svona einfalt, þægilegt, gerir gott fyrir mig og passar við svona, já, það sem að hérna mína lífsýn og það sem ég er að gera, að þá hérna fer ég í það. já. Er fólk að, það sem ég er að upplifa, sko, að fólk er að hafa samband við mig út af því að því finnst að vera, þá sefur illa, Mhm. það er svona eins að mér finnst ég bara vera svona eins og ég fljóti hálfpartinn, þú veist að minnst ég vera pínu ringluð, ég er alltaf að fá einhverjar upplifanir og það bara eins og það flæði inn hjá mér og ég veit ekki alveg hvernig ég á að takast á við þetta og svona, ert þú að heyra svona líka? Já, já, ég er alveg að heyra svona og hérna, og bara alls konar sögur, sko. Fólk alveg bara, já, ég hef nú bara alls ekki verið að hugsa neitt andleg mál mjög lengi, svo bara allt í einu, þá bara kom eitthvað inn í hugann og mér langaði bara að hafa samband og fara að gera eitthvað og svona er að velta fyrir mig hvað sé best fyrir mig að gera og hvernig ég á að byrja á þessu. Og bara já, fólk finnur fyrir, það er virkilega verið að ýta á. Já, já, já. Það er sko, að því ég byrjaði nú að segja að það væri 20. og svo fór það út í afmælisdæmi og eitthvað þess að það, en sérst á morgun, 21. að þá er sólin og 3i Atlas, þetta stóra geimfar Mhm. sem að er í rauninni að senda okkur tíðnir og annað og svo jörðin í beinni línu. Já, það er bara svoleiðis. Já, svo við erum að fá rosalega mikið af þessum ljóseindum og þessum þessum skal ég segja þér þessu plasma til jarðarinnar og 3i Atlas verður á ferðinni kerfi okkar, það náttúrulega fer á 1660 kílómetra hraða á mínútu, eitthvað það er eitthvað svona bilaður hraði og það fer ekki svona, það fer svona einhvern veginn inn á milli plánetana, það er ekki bara svona beinlína, en þetta er allavega eins og ég sé það, þá er þetta skilaboð utan úr geimnum, lengra í burtu sem er að koma inn í gufuhvolfið okkar til að vekja okkur, Já. til vitund hver við erum. Ég finnst líka fólk tala mikið að það er að dreyma mjög mikið Já. og bara allt í einu fór með að dreyma svo mikið sem maður hefur ekki gert lengi og svona að fá alls konar hugboð og þetta þetta hangir alltaf svona spýtunni. Sko. Já, já. Og það er sko, við erum að fá sér hugboð þá náttúrulega, það er að opnast fyrir alls konar minningar hjá okkur, af því það er talað um að það séu kóðar sem koma frá 3i Atlas, sem er þriðja interstellar, sem sagt,
þriðji interstellar hluturinn sem kemur inn í guðuhvolfið okkar. Mhm. Einn kom 2017, einn kom 2019 og nú 2025 og þessi er náttúrulega sínu öflugastur og þannig að hérna, ég held að það er eins og sko þessi risastór vekjarklukka að ringja og bara vekja okkur upp Mhm. og við erum að hérna við erum að bregðast alls konar við sumi geta hent klukkun út í hotn og ekki vilja vita af henni Já, já. og svo eru aðrir sem að verða hrikalega spenntir og svo eru aðrir sem að verða pínu kvíðnir og ég held að það sé svolítið mikilvægt allavega eins og ég skil það þá er þetta alltaf gerast í rauninni í gegnum líkam okkar Já. Mhm. og Já. líkamennir okkar er ekkit að breytast sem slíkir ég held þeir haldi áfram ytra forminu en við Mhm. breytumst inn í okkur Já, það er það sem gerist, held ég. já, já þannig að hérna, ég er einmitt er að vinna núna í því að setja upp hérna svona fjögra, fjögra vikna námskeið það er ein kennslustund í viku þar sem ég er að hjálpa fólki að byrja að gera sér grein fyrir hvernig það verður að gera hlutina öðruvísi Já. heldur en það hefur gert hingað til hvað er það sem það þarf að skilja eftir og hvernig það þarf að því að ég bara upplifa sko og vera eil allt þetta á heyrðu, þú getur ekki gert það svona, þú verður að gera þetta öðruvísi þú ekki vera að gera gömlu aðferðina, breyttu og það er svo mikil örfun með það ertu ekki að finna þetta líka? Jú, mér finnst einhvern veginn og það sem að þú hefur verið að nota, þú þarft einfaldlega svona að uppfæra það. Já, Af því að það sem að átti við einu sinni á ekki lengur við og hérna, mér finnst einmitt líka að svona reglur og ýmislegt þannig að þú þarft taka þér bara út. já, Þetta þarf ekki að vera einhver regla að þú gerir þetta svona, þú bara gerði það og það virkar. já Og mér finnst það verið svo mörg og ég er svo glöð yfir því. Af því það gerir lífið ennþá einfaldara og maður verið ennþá glaðari. Já, Mm. svo erum við náttúrulega að stíga inn í þetta fullveldi okkar Mm. að taka fulla ábyrgð á hver við erum og að ég skoða pláneturnar og Sedna er fremst í dvergplánetan sem er nefnd eftir Inúítagyðjunni hún er fremst í tvíburunum og tvíburarnir eru náttúrulega tjáskiptamerki Mm. upplýsingar og leita eftir upplýsingum og Sedna er að hvetja okkur til þess að sleppa tökum á fórnarlambshlutverkinu. Við erum alltaf búin að vera dálítið mikið fórnarlamb Já, já. í margar aldir líku við. Mm. Þannig að það er að koma nýr tónn í hver við erum þegar við tökum fulla ábyrgð á okkur. Og það er alveg það er alveg massíft sko. Það er samt svo góð tilfinning þegar þú ert farin að finna það innra með þér að þú tekur fulla ábyrgð á þér og þér finnst það bara gott. Já, Þér langar ekki til þess að koma sig yfir einhvern annan eða kenna einhvern öðrum Þetta er bara svona vegna þess að þú gerðir lífið þitt eins og það er og þú ert svo sem þú ert í dag af því að þú skapaðir þig þannig. já. Það er, og það, sumum finnst það hrikalega fúlt Já, já, ég veit það. að horfast í augu við það. En allt sem við höfum gert hingað til í lífinu hefur fært okkur þar sem við erum. Já, algjörlega. Þannig að það er ekkert, það er bara, og það er allt vað. En segð mér, hvað ertu að skrifa núna? Nú ertu búin að vera að skrifa, sko, þú ert búin að vera að skrifa tríológíu sem er verið mjög vinsæl á Storytel og svo ertu búin að vera að skrifa sorgina við að missa manniðinn. Ertu að breyta eitthvað stefnu í skrifunum út af þessari breyttu orku eða ertu bara að uppfæra þess að þú ert búin að vera að vinna með? Ég er eiginlega sko bæði, ég er að halda fram að skrifa fyrir Storytel af því að mér finnst það bara algjörlega frábært og bara góð tækifæri fyrir mig og Já. ég er að fara að vinna í byrjun næsta árs á nýrri svona seríu sem Já. að gerist upp úr 1500 af því mér er svo gaman að búa til svona sagnaheim frá því í gamla dag. Já, En svo er ég líka að fara að skrifa aðra bók svona fljótlega þar sem að ég er svolítið að uppfæra
persónur sem já, en þær eru bara búin að eldast og komnar á annar stað í lífið af því að það er aldrei langt síðan ég hef skrifað um þær, af því mér er svolítið gaman að gera eða hvort tvekja. Maður Já, getur uppfært sig já, eða maður getur skapað nýtt og einhvern veginn finnst mér í dag líka svo gott að maður getur gert eiginlega bara það sem maður vill. það er einfaldasta mál í heimi af því að í rauninni er sko söguheimurinn, hann er sko, hann fylgir ekki lengur gömlu forskriftinni. Akkurat. Það átti að vera svona Mm og það er búið að fylgja okkur svolítinn tíma svo núna allt í einu þá bara má vera alls konar fantasíur og allt mögulegt sem þú sást eiginlega bara ekki fyrir svona x mörgum árum síðan. Þannig Algjörlega, mér finnst það svo gaman að því að náttúrulega skemmtilegast sem ég gerir er að skrifa já, og líka bara geta blandað inn í skrifum mín öllu skoðunum mínum og upplifunum og bara alls konar já, hugdettum sko, eins og segir, það er hægt að gera svo margt í dag sem var ekkert hægt. nei, það var stífari rammi og það sko, þetta er eitt af reglunum. Já, þetta er eitt af reglunum sem eru svona að fara og bara víkka út og mér finnst það algjörlega frábært. Já, rosalega spennandi. Finnst þér gott að þú náttúrulega skrifar eiginlega alltaf bara þegar þú ert heima hjá þér fyrir norðan. Já. Þannig að þér finnst sveita, hvað ég sé, hljóðin vera bara góða því þú heyrir náttúrulega eitthvað aðeins í dýrunum, kannski ekki mikið. Já, ég heyri sko, ég náttúrulega er alltaf, alla daga eitthvað út í náttúrunni og alltaf með dýri mín eitthvað í kringum mig sem að skipti mig rosalega miklu máli. Já. En auðvitað geti ég skrifað líka annars staðar, ég veit það alveg. Já. En þetta henti mig bara vel og þá get ég haft svona samfelldan tíma og í sveitinni þá á ég auðvitað með að blanda saman því að vera að hugsa um dýrin eða vera bóndi og vera að skrifa og vera að sinna andlegum málum líka og Já. þetta er svona, en svo náttúrulega það maður líka að taka sig frí og gera aðra hluti. Já. Það verður að sinna tvíburanum sko, hann þolir ekki að vera bara alltaf á sama stað eins og veist. Nei, ég var einmitt að staði sko, þú hefur verið rosalega dugleg í raun þó að vera að búa í sveit því að fyrir marga tvíburum myndi það vera of þröngt. Já, ég veit. Þannig að það er bara frábært að þú skulir ferðast. Er einhverja líkur á bækurnar þín að sé að fara að koma út á öðrum tungumálum? Ég veit ekkert það, auðvitað vona ég það er náttúrulega all draumurinn sko. Já. Það er ekkert sem að, Það er sem get sagt neitt ekkert sem er fast í hendi neitt. Nei. Ekkert sem að Storytel er að spá í? Ekki svo ég viti til að sé komin eitt á koppinn sko, en já. Akkur ekki, ég menna það er bara markmiðið mín, þú veist það er eitt af því sem að ég seti í markmiðin og ég trúi því að mín markmið bara raungerist af því að ég veit að þannig virkar þetta í dag. Já. Og það er svo mikilvægt að hafa stefnu. Við erum svo fátæk að við vitum ekki hvert við erum að stefna. Mér finnst ég svo rík innra með mér af því ég veit alveg nákvæmlega hvað ég er að fara, ég veit hvað ég er að fara að skrifa, ég veit hvað mér langar að gera og bara ég veit að mér líður vel í lífinu mínu. Já. Og það er bara dásamlegt. Það er rosa kostur. Ef að fólk hefði áhuga á að læra hjá þér eða eitthvað, ætlar þá að vera með eitthvað námskeið á næstunni? Já, ég hugsa það ef að það væri óskað eftir því, þá myndi ég finna tíma kannski, ekki endilega á morgun sko, heldur svona, að því að ég er nú líka búin að læra það að vera ekki að ætla mér að gera allt á of stuttum tíma, heldur bara svona, já, það er svona ákveðin tími sem ég er tilbúin til að gefa í þetta. Það er svolítið gott hjá tvíburunum er búin að læra það. Já. Hann vil gjarnan vera að gera allt. Já, og heldur hann getur gert allt á sama tíma. Já, það er gjarnan í heldinum. En við vitkumst með árunum, hefur þetta gert þig? Já, aðeins svona, ég orðið vör við það. Já, það er svolítið gott að við skulum gera það. Ég hef gjarnan verið svona með alla bolta á lofti, eins og bara ég væri í trúður. Ég reyndar sem krakki, þá náði ég því markmið, ég kunni að gera með 5 boltum. Vá, ég gæti aldrei gert nefn með 4 sko. Já, þannig að ég var með 5 að henda upp á vegg og bara, það var bara borðað og svo að fæði út til að henda á vegginn sko. Og það reyndar ég hef örugglega verið með 5 bolta í gangi eftir það alla daga sko, því það hefur alltaf verið í rauninni aðeins of mikið til þess að passa inn í dagann, en ég er
Sko það sem við þurfum að gera núna, ef ég allavega upplifu það, við þurfum að fara svolítið hægar. Já, en hins vegar þá verð ég að viðurkenna svona í gegnum tíðina hefur maður líka næst á því að hafa mikið að gera og geta verið í þessu aksjóni í öllu sem að mann langaði til og kannski þess vegna var ég líka svona ánægðari, þú veist, í sveitinni. Að Já, þurfti ekki eins mikið á því að halda að vera á þessari hreyfingu út frá staðnum af því að það var svo margt í gangi. já, já, já. Og já, ég veit við þurfum að fara hægar en ég veit samt alveg að þú og ég þurfum alltaf að hafa nóg að gera og nóg framöndan. Já, já, En ég var, maður ég spyr var, einu, já, í sambandi við, ég var að rifja upp að því að ég er að rifja svo mikið upp svona gamla fróðleik sem að er frábær. já, Hvernig er með bækurnar þínar eins og til dæmis Steinabókina, fæst hún ennþá? löngu uppselt, löngu Uppselt og uppselt, hvað já. ætlar að gera í því? Ætlar að gera eitthvað í því? Ég er búin að skoða bara endur útgefan eins og hún er að kosta 10.000 krónur Já, og ég veit ekki hvort að það sé markaður fyrir hana ok, á 10.000 krónur. Ég man að sko, þetta var náttúrulega bara algjört frumverkefni hjá mér á sínum tíma og ég hendi mér út í þetta og skrifaði að miklum eldmóð og bókin var stór og myndskreytt með litljósmyndum og allir mögulegu og svo seldist x mikið og hún var ekkert mjög dýr, skilur nei, og var bara selda á tiltölulega ódýru verði og en hún seldist í rauninni ekki nógu hratt já, skilur til þess að lagerinn satt of lengi sem að verður alltaf svolítið dýrt. Ég náttúrulega hef þróað aðra leiða því það er svo margar af seinni bókunum mínu sem ég hef gefið út sjálf já, og þá hef ég í rauninni selt bækurnar í forsölu áður en þær koma út já, með 30% afslætti og svo er þær bara afhendar þegar þær koma út. Þannig þá veit ég svolítið hvað ég má prenta mikið en ég held líka sko að jafnvel að þekkingin þar er orðin of gömul. Já, eflaust þyrfti að uppfæra það á einhvern Já, máta. já, En það sem að ég er að meina er að ég veit að þú kannt svo ofsalega mikið og ert búin að gera svo margt og ég man til dæmis eftir víkingakortunum þínum sem eru náttúrulega algjörlega ófáanleg og já, algjörlega dýrgripir sko að þessi hlutir eru eitthvað sem að væri svo skemmtilegt að uppfæra í dag og ég er alveg viss að ef það veri gert þá yrðu þau notuð og nýtt og bara já. vinsæl. Ég hef verið að skoða að endur útgefa vikingakortin bara í því formi sem þau eru en það er ekki til neinar filmur þannig að Nei, það gæti verið að það þyrfti að tekna allt upp á nýtt og þú veist þannig að þetta er aðeins stærra mál heldur en maður heldur sko en þetta er náttúrulega á sínu tíma þá var ég rosa stolt ég seldi þetta til Bandaríkjana já, ég seldi þetta til Noregs og ég seldi þetta til Austurríkis sem voru gefin út á þýsku og ég hélt að þau myndu kannski seljast rosalega vel og eitthvað svona en málið var, jú, þau seldust mjög vel sérstaklega myndi ég halda að þau hafi selst vel í Noregi já, en svo vildi sko ég var með bók og spil saman en US Games sem keypti útgáfuna í Ameríku hún þeir vildu skipta því upp að fólk geti bara keypt spilin og svo keypt bók sér og eitthvað þannig að hugmyndin svona pakka, hún fór út gluggann. Í dag eru öll kort eiginlega gefin út í kassa með lítilli bók og kortunum í kassanum og það er í því formi sem ég myndi vilja gefa þetta. Það er, ég sitt svolítið uppi með það, ég myndi vilja láta teikna þau upp á nýtt og ég var minni með 32 spil í þeim og ég myndi vilja fara upp í 44 og ég er með eina konu í huga sem að teiknaði nokkrar pröfumyndir fyrir mig einu sinni þegar ég var að spá ég að gefa þetta út aftur já. og ég veit ekki hvort hún væri fáanleg til að teikna en ef þá er hún þú veist, að því það er ekkert gaman að gefa út svona með ChatGPT myndum. Nei, ég veit það, en sko það sem ég var bara að velta fyrir mig er það að það er svo mikið af góðu efni til og það er svo mikið sem að er ekkert lengur fáanlegt sem að var á þessum tíma sko Já. og ég veit að myndi henta svo ljómandi vel í dag þannig að það er spurning með hvort það er hægt að sko breyta og uppfæra þessa hluti eins og svo margt annað sem við erum að gera.
Já, það er alveg möguleiki, það er alveg rétt, það er hérna, Og ég hef líka fengið það alveg svolítið mikið til mín að þegar við erum búin að leggja svona mikla vinnu í eitthvað eins og skapa eitthvað eða skrifa bók eða eitthvað slíkt og þetta er náttúrulega allt saman mikil vinna að þá á það ekkert að vera einnota. nei, ég er alveg saman á því, sko, en það er líka eins og með, sko, íslenska útgáfan, það tók aldrei langan tíma að selja, þú veist, það var ekki komin einn seri á Netflix um vikingana, Nei. það var ekkert um hann, hérna, hvað hétt hann, Lodbrok, Ragnar Lodbrok og það var engin svona seríu sem að, en í rauninni hafa sko vikinga komist meir og meir og meir í tísku, þannig ég var svo langt á undan minni samtíð með þetta. Já, En, það er málið. en í dag það er pottþétt sko góðu markaður fyrir þetta, sérstaklega út af því það er náttúrulega svo mikið útlendingu sem koma og mér svíður alltaf pínlítið að sjá einhver vikingaspil sem einhver sem að er ekki eins og íslenskur eða þú veist Mhm. ekkert tengdur þjóðunum sem voru aðal vikingaþjóðurnar er að skrifa hana eða gefa út einhver spil sem að tengjast þessum tíma því að mér finnst við eiga svolítið mikið í þessu Ísland út af því að Eddan var skrifið hérna og það væri ekkert til þessa trú ef að Eddan hefði ekki verið ef væri ekki til sko þannig að því þetta var náttúrulega svona tímabil og ég minnst svolítið spennandi að þú skulle ætla að láta söguna þín að gerast á 15. öld Á sér byrjun 16. aldar, sem sagt, það er svona 1500, já. Já, að hérna er 16. aldar að því að ég er nýbúin að vera að lesa bók sem heitir Hringur fiskimannsins og hún er skáldsaga sem er byggð á í rauninni ætt rithöfundar Já. og hún gerist á árunum 1296 til 1380, það er eitthvað svo 100 ára tímabil og það er svo gaman að lesa í rauninni sko bæði valdataflið sem er alltaf í gangi svikin sem er alltaf í gangi maturinn sem var borðaður hvernig fólk bjó og hvað það gerði til að fjármagna allt það sem það var að gera þannig þetta allavega búið að vekja mig til umhugsunar þetta tímabil svo ég er spennt að fá áfram því mér finnst einhvern veginn eins og mann hafi sko maður fylgist með þangað til við hérna göngum á hönd Noregs konungs 1262 og svo kemur eitthvað svona gap sem hefur ekkert mikið verið skrifað og svo allt í einu er það bara komnir hérna fjölnismenn og ljóðskáldin og eitthvað sem manni var kennt í skóla þannig að það vantar svolítið inn í hvort sem það er sem sagt, sögulegt eða skáld að það blandast alltaf saman. Já, já. Mér finnst bara mjög skemmtilegt að skrifa sögur frá þessum svona fyrri tíma þar sem að hérna eru náttúrulega bara algjörlega skáldar en þú blandar samt inn í hérna því sem var að gerast á þeim tíma svona sögulegum staðreyndum og bara hvernig lífið var á þessum tíma. Já, já. Og það er sko eiginlega hollt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir því. Já. Og bara sum tímabil voru hræðileg sko. Já. Þegar bara alls konar hérna plágur voru að herja á landið sko. Já. Bæði hérna veikindi og náttúran og bara alls konar. Við vorum svo hérna, ég held að númer 1, fólk var svo fátækt og svo var það bara svo varnarlaust að því að það, ég veit ekki hvað það kunni af lyfjum og hvað mátti gera og náttúrulega konur voru hérna brendar á báli fyrir það að nota seyði og te og eitthvað þegar það kom að þeim tíma sko þannig að hérna að já það kemur ekki aftur held ég Nei, það var margt komið kannski eftir sem kemur ekki en það er sko það er svolítið merkilegt allavega ég les það þannig í gegnum þessa bók sem ég var að lesa að á þessu tímabili þá var hringt til morguntíða og ég veit ekki hvort það var hádegismessa líka þannig kaþólska kirkjan var að kalla fólk til kirkju nokkur sinnum yfir daginn líkt og móhammestrúarmenn eru núna að kalla fólk til bænahalds 5 sinnum á dag þannig að þú veist þetta er sama mynstur í trúarbrögðunum Já og rosalega hérna
maður alveg bara, sko, þessi trú á hérna hreinsunareldin og því sem var logið upp um það og bara ótrúlegt. Alltaf verið að búa til vald yfir fólki. Já, 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 Ekkert algjörlega. annað, sko. Já, en núna þegar við erum að rísa upp í þetta fullveldi okkar, Mhm. þá erum við ekki sátt við að láta vera einhvern ráða svona yfir okkur eða stýra öllu því sem að við hugsum eða viljum gera. Að sjálfsögðu viljum við það ekki og við viljum heldur ekki að annað fólk þurfa að búa við. Hárrétt, Mm. hárrétt. Og en ég er náttúrulega, ég hef gjarnan sagt sko, við erum nú orðin held ég 380.000 hér á landi út af því það hefur verið svo mikil innflutningur á fólki, en Mhm. þegar við vorum rétt rúm 300.000 þá sagði ég alltaf, "Já, það eru 300.000 kongar á Íslandi." Að við höfum allir verið svo, þú gerður segja mér nú ekki hvað ég ætla á að gera og ég á nú bara þetta land og eitthvað, þú veist, við erum búin að vera all svo miklir eindrjáningar. Mhm. Þannig að, Já, að bara vonandi förum við öll að vinna saman núna. það væri dásamlegt, það var algjörlega dásamlegt og þessi samheldni, það er svo mikið af fólki núna sem að biður saman, þú veist, á sama tíma, það bara biðja heima hjá sér, Já, þú veist, og það er, hérna, Pam Gregor í Stjörnuspekingur, hún er búin að hvetja fólk til þess að biðja alltaf klukkan held ég 6, samkvæmt Lundúna tíma, sem er já, alls konar tími alls staðar í heiminum skilur og hérna og þá situr fólk bara heima og það er, hún er búin að taka upp einhverja svona litla hugleiðslu sem að það getur notað, hvað það getur hugsað sér að allir í heiminum sé í hring akkurat. og að senda út og þetta er náttúrulega, ef þetta er ekki reiki þá veit ég hvað það er, skilur, allir að senda Ég, út þessa orku. já, ég er alveg sammála því vegna þess að hérna, líka þetta er svo innilega óháð tíma og rúmi. Það er bara hver er heima hjá Já, sér já, og samt er allir saman. já. Já. Sem er svo, og það var einmitt hann ein kona sem hafði skrifað sko, hún hefði sett dóttur sína sem er í hjólastól inn í hringin og ljósið hefði lýst svo allt svo upp hjá henni þannig að þú veist við vorum að gera svona upp, þú veist upp úr 1990 Já, já. við vorum að halda við stofnum eitthvað sem heit nýaldarsamtökin Mhm. og við vorum með alls konar námskeið og kvöld þar sem fólk kom og hittist og hugleiti saman og voru að biðja fyrir heiminum og senda út ljós og allt og svo hefur einhvern veginn, það datt niður. Mhm. Það er eitthvað svo gott að finna að þetta sé að koma aftur, samt ekki beinlínis að koma aftur heldur svona ný orka inn sem er á einhvern veginn hærri tíðni og léttari, Já, samt sem áður, þó að sé komið þessi góða tilfinning að þetta sé að koma aftur, að þá er það einhvern veginn ennþá betra. við erum alltaf að fara upp, Já, skref fyrir skref alls. fyrir skref, já. Og Það svo er svo gott náttúrulega að erum við finna að fá það. svo mikið stuðning utan úr geimnum. Já. Mhm. Svo þetta verður bara yndislegt. Ert þú að taka á móti skilaboðum utan á geimnum? Já, ég er að fá þau stundum, Já. já. Eitthvað sem Ég, þú vilt segja okkur núna? ég sé oft þessar verur sem að eru, ég held að sólinn sé í samstöðu við sjöstirnið núna og það er mjög mikil kærleisorka sem er að koma þaðan. Já. Þannig að það er verið að, ég hugsa sko stundum eins og það verið að svona umvefja mann eins og maður sé pakkaður inn í bóluplast, Mhm. skilur af þessu ljósi og þessari kærleiksorku og það sem við þurfum bara að ég fæ alltaf þessi skilaboð að læra að treysta og ég held að djúpt í okkur öllum er rosalegt öryggisleysi Mhm. sem er náttúrulega tvær neðstu orkustöðunar okkar öryggisleysi því að við höfum öll, þú veist, ég og þú og svo kynslóðnar á undan okkur gengið í gegnum alls konar skort og það er ekki bara öryggisleysi að þau átt ekki pening heldur út og því þau átt ekki mat og þú átt ekki þetta og þú átt ekki hitt, skilur Já. og en ég held að við séum alltaf að vinna í að losa okkur við þetta til að Já, gera reist.
Ég held líka að bara svona einfaldir hlutir eins og að vera jarðtengdur og að jarðtengja sig alltaf Já, skipti alveg gríðarlega miklu máli. Og alveg bara, rosalega. Við erum og annars á jörðinni, þannig að þetta er, já, já, og bara það að minna fólk á svona hluti, já, að það getur bara alveg skipt sköpum. við getum ekki lengur gengið mikið berfætt út í grasinu, Nei. en við getum ímyndað okkur að við séum að ganga berfætt í grasi og það skilar alveg sömu áhrifum. Við getum líka að dansa þegar við erum samlega liðum. Já, 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 já. Það er svo margt til sem við getum gert og já, mér finnst stundum gott bara að sitja fæturnar á steina. Ég segi í gríni sko að ég sef alltaf hjá honum steina af því ég á eitt stein sem ég hef alltaf í rúminu Ok. sem að mér finnst mjög gott. Þegar ég var að skrifa steinabókina þá var ég alltaf að gera einhverja tilraunir með steinana, líma það á mig og aðtöga hvaða áhrif það hefði og eitthvað svona. Svo Gulli heitinn, hann var farin að segja, já, maður kemst náttúrulega ekki að korni lengur fyrir grjótinu. Svo þannig að ég hef alltaf verið með steina svo mikið nálægt og það er náttúrulega talað um að í rauninni sko er rosaleg heilandi orka í steinum að því þeir eru svo massífir að þeir hafa geymt svo mikið í sér svo og það hefur allt í heiminum orku og ég held að þeirra orka sé svolítið að það er að opnast fyrir hana, hún sé að deilast til okkar líka. Já. Þannig að ég er alltaf með einhverja svona armbönd og með steinum og eitthvað steina í eyrnalokkunum og hringnum og eitthvað af því að fyrir mér er það bara partur af því að hafa þessa orku hjá mér. Og ég held að sko ég er náttúrulega að hlusta svolítið mikið á spádóma Hópi-indjánana og spádómana sem að þeir í rauninni indjánar í Norður-Ameríku, það var hjá mörgum þjóðum. Við erum að fara inn í mikla umbreytingu, við erum að fara inn í tímabil þar sem við eigum eftir að sameinast. Það á eftir að hætta að vera einhver mismun eftir í hvaða lit þú ert. Þannig það er sko, það verður ekki bara viðurkennt þeir sem er í blárri peysu, skilur. Ok, líka svona þykkri kuldapeysu. Já, en skilur þetta húðlita dæmi sem við erum upptekin í. Þannig að ég held að mér finnst bara þau boð sem er að koma bæði hvort sem ég er að taka á móti þeim eða hvort einhverju aðrir að þau eru bara í rauninni öll á þann veg að við erum að verða léttari, get ég sagt. Já. Og að því við erum að læra að losa okkur við gömlu orkuna og líkamar okkar eiga eftir að breytast af því að umbreytingin verður hér og við eigum eftir að opna hjartað meira og þegar við opnum hjartað að þá sko hjartasvæðið það eru 40.000 boð sem koma frá hjartanu til heilans og þegar við förum að hugsa meira út frá hjartanu þá hlýtur heimurinn að verða betri. Já, að sjálfsögðu, það hlýtur að vera. Já, og ég held bara að fólk er bara að vinna með það og ég skrifaði þarna bók fyrir 3 árum síðan Leið hjartans og var að tala um akkurat þetta en eins og með svo margt annað sko ég fór aðeins yfir þetta ferli sem er búið að vera frá Harmonic Convergence 1967 og svo kemur það sem við köllum nýjöld og allir héldu, þú manst alveg á þessum tíma það héldu að það væri að verða svo mikil breyting í heimi. Já. Það var alveg rosalegt en hún er svo miklu meiri núna að því það eru svo fleiri sem eru að skynja hana og það er svo meira bara við erum að fá miklu meiri hjálp, við erum tilbúnari. Já, fleiri vaknaðir. Já. Þannig að þetta, ég er búin að vera að skrifa um vitundavakninguna miklu og við erum búin að vera að tala um hann í nokkur ár. Hún er komin. Já. Ertu með þessar bækur þínar til sem að hjá þér sem að eins og Leið hjartans og... Já, nokkur eintök til af henni en þá.
Já. Kannski 50 eintök eða eitthvað svo leis. Ok, já. Þú veist, stefna mín er alltaf að reyna að selja alla bækurnar sem fyrst, Já, auðvitað. þegar maður til að sitja ekki upp með lager, svo að já, en þetta er flott samtala því leiti til að nú fer ég að hugsa um að gera eitthvað með víkingakortin. Er það ekki? Jú, Já, mér langar svo, ég nefnilega átti þau, löngu, einhvern veginn horfin mér og Já. mér langar svo að fá það aftur og já, ég er alveg viss um að það er fullt af fólki sem langar að fá það aftur en það er líka fullt af fólki sem að myndi vilja fá þau sem að hefur ekki áttu á þau. já, Það ég viss um að þau eiga erindi. já. Ég fæ annars lagi póst, sérstaklega frá Noregi, Já. frá konum sem segja, ég er alltaf með víkingakortin þín. Já. En það var svo merkilegt að sko þegar þau komu út að þá fór við í Gulliheitin til hana Noregs Já. og það var einhver svona messa eins og við erum með heimsljósmessuna hérna heima. Það var, ég man ekki hvað hann heiti, það var gefið út tímarit í Noregi nýaldamál og þetta var svona tengt í og það var verið að kynna bókina þar og ég náttúrulega, ég tala ekki norsku þó ég segi alveg, ég get alveg svona hermt eftir og tala svona eins og ég tala aðeins með svona upp og niður og eitthvað svona og ég segi að ég tala lélega dönsku þá hljóma ég að ég sé að tala norsku en svo ég var að lesa fyrir fólk og ég var að lesa á ensku af því að ég er ekki nógu þjálfuð til þess að geta lesið fyrir einhvern á norsku. Þá kom ein kona til mín og sagði, hvað þykist þú eiginlega vera frá Ameríku að vera að koma með einhver víkingaspil? Og ég allaði mér aðeins aftur og sagði, ég er nú reynda bara frá Íslandi. Ó, þú veist, það er ef maður talar ekki rétt á tungumáli þá er maður frá röngum stað eða þannig. En ég siti þetta á draumalistan. Það er reyndar á honum, sko. Já, ef ekki bara hvetja fólk til þess að skrifa svona draumalista, markmiðalista og bara sjá hvað gerist af því að við vitum bara hvað gerist. Já, hlutinni verða veruleika. Já, og þess vegna ég varst ekki víkingakortin, sko. Nei, þau kom út á næsta ári. Já, frábært. Ég set það inn. Það tekur dálítið langan tíma að prenta þau í Kína þar sem það er ódýrast en það er hægt að prenta þau í, held ég, að Lettlandi. Já. Og þá tekur, sko, það er flutningsferlið. Ef þú kaupir eitthvað í Kína og kaupir X stóran lager, þá er þetta flutning í skipum til Evrópu. Já. Það tekur náttúrulega tíma. 6 mánuði. Já. Það er alveg svo les. Já. Þannig að hvað sem gerist, þá gerist allt á réttum tíma. Já. Og svo bara vera óttalaus og bjartsýnn og glaður. Já. Þetta voru yndislegt spjall. Já, rosa gaman að skildir gera þetta. Já, takk fyrir að lega mér að spjalla við þig. Já, og við bara tökum annað svona spjall seinna. Gerum það, bara takk fyrir mig. Takk sem Síska. Já. Bless í bili og þið munið eftir að smetla á like og subscribe ef þið eru ánægð með að heyra þetta spjall og þið munið gjarnan kommenta líka á spjallið okkar því að það er alltaf gaman að sjá hvað fólki finnst, sérstaklega er eitthvað skemmtilegt og jákvætt.